snerta takkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Be glad there's one place in the world where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna go where people know people are all the same. You wanna go where everybody knows your name. Já, ok, geggjað. Æði. Ok. Já. Við erum velkomin í Bíóbílinn, það Arnór, Heimir og Knútur sem að mæta ykkur að þessu sinni. Velkomin í Bíóbílinn, við munum hérna kynna ykkur fyrir myndinni Þór og okkar upplifun af myndinni. Hvað er Já, myndin heitir... Það er langt sem við gerum þetta síðast. Já. Myndin heitir Þór Ragnarök og fjallar Þór sem þrumuguð. Hann á bróðir sem heitir Loki og við náttúrulega þekkjum þetta allt úr fyrrum myndum og svo framvegis hans sögu, hans heimili og ýmislegt annað. Þetta held ég 17. myndin sem kemur úr Pilsuverksmiðju Disney, já. Og þetta ég man ekki í hvaða skipti við erum að sjá þessa persónu núna á hvíta tjaldinu. Í 5. skipti 7. skipti eða eitthvað, maður hættur að telja og þetta. Öll með trull. En þessi mynd ekki trull. Nei. Hún bara mall, nei. Við erum að halda eitthvað áfram að kynna þetta. Ég ekki bara sögutráðurinn að... Jú, Hel sem Goddess of Death, leikinn af Kate Blanchett. Hún ætlar að taka yfir Ásgarð, en því miður þá enginn til þess að vernda krúnuna, þannig að Þór þarf að fá Hulk, vin sinn úr Avengers, og Loka, bróður sinn, og Valkyrju sem á að vernda Ásgarð. Þessi Valkyrja ákveðinn hópur af stríðsmönnum sem eiga að vernda Ásgarð, en hún var bara ákvað að vera, nei, ég ætla ekki að vera Valkyrja, ég ætla að gerast alkohólist í staðinn. Og þau hittast öll á plánetunni Sakaar. Það gengur rosalega vel með þér. Þetta bara, Og á Sakaar stjórnar Jeff Goldblum og við fáum allt löðrandi í Jeff Goldblum sem við elskum. Hvað var það, Jeff Goldblum? Og já, eftir að Þór reynir að safna saman þessu liði, þá fer hann að reyna að berjast við Hel. Leikstjórinn Taika Waititi, hann hefur leikstýrt myndum eins og Eagle vs. Shark sem mjög góð grínmynd og svona bara rómantísk mynd líka, ég mæli með henni, og What We Do in the Shadows sem svona vampíru mockumentary, og þetta fyrsta tilraun hans að gera svona blockbuster overhitju mynd sem leikstjóri. Svo eru 3 handritshöfundar sem ég man ekki hvað heita. Nei, en Taika Waititi var ekki einn af þeim. Nei. Sem einmitt svolítið skringilegt út því að það mjög mikið af svona spuna í myndinni. Já. Þannig að það svolítið fyndið að það skuli vera 3 handritshöfundar en svo spuni kannski svona 50% af myndinni. Já. Mér finnst það ekki það skrítið. Inn á milli kemur mjög svona exposition heavy dialogue. En þá kemur kannski eins og pissa eða eitthvað, þú veist. Eitthvað Jeff Goldblum. Rassan og Hulk. Já, Rassan og Hulk. Við erum viðbúin fyrir Rassan og Hulk. Ég bjóst ekki við að sjá það, en það gerist. Chris Hemsworth mjög náttúrulega bara góður eins og að venju sem Thor, hann fær aðeins að njóta sín meira á svona grínlegan hátt, hann fær svona að njóta sín meira sem grínleikari í þessari mynd og mér finnst það gaman að sjá það því hann er alveg mjög góður í því. Kate Blanchett bara, þú veist, leikur auðveldlega Galadriel. Og mér fannst Mark Ruffalo líka mjög góður og þú veist, Jeff Goldblum er svona rúsínan í pilsuendanum, hann á myndina, hann er
bara mjög Hann er Mjög eins, fyndinn hann er eins Jeff Goldblumlegur og þú getur beðið hann að rauða og það er bara æði. Hann er alltaf mjög áhugaverður. Það er einmitt hérna, Hel er svona illa systir Galadriel, eða svona vondi tvíburinn, Já. svona svolítið þannig. Já. Ég vil ímynda bara að þetta gerist í sama heimi á Lord of the Rings, en það er kannski bara ég. En það er náttúrulega gríðarlega svona heimsköpun í þessari mynd hvað varðar plánunduna Sakar og það er mjög mikil áhrif frá Jack Kirby sem er náttúrulega einn af þeim sem að skrifuðu, eða ekki skrifuðu heldur meira svona teiknuðu og lituðu og myndskreittu sögurnar. Já. Og það er rosalega gaman að horfa á bara allar þessar línur og allar þessar kúlur og þessi tilgangsleysu Og allt ruslið. Ruslið er mjög litríkt líka. Þetta er mjög fallegt rusl. Fallegt ruslið við segjum bíómynd. Líka mikið sem að minna þetta lag Guardians of the Galaxy myndina sem að gerast líka á svona gameplánundu, eða svona sci-fi. Þetta er svona, þú veist, Thor myndina voru alveg sci-fi-legar til að byrja með, en þetta er svona, þú veist, bara snúið upp á 11 núna, þú veist, með þessa mynd og það með þess að soundtracki er líka svona styrir líka alveg sci-fi elementi í þessari mynd og bara líka þú veist, bara allt sem að birtist bara leikmyndirnar og bara já. En það er líka sko, ef við blöndum þeim og ef við berum þær aðeins saman, Guardians of the Galaxy og Thor Ragnarök, að það er, þetta eru náttúrulega bæði svona game-óperu myndir sem að eru líka grínmyndir í senn. Já. En þær eru með tvo sikkvoru leikstjórana, James Gunn, ég ætla að segja Peter Gunn sem er náttúrulega lag. James Gunn, hann er náttúrulega í bandarískur og kemur með svona sína menningu og sinn húmor inn í myndina. Og Taika Waititi er frá Nýja-Sjálandi minnir mig og kemur með sinn húmor og sína menningu inn í myndina. Og það er mjög augljós munur á gríni og svona áherslu á húmor í þessast báðu myndunum. Taika Waititi talar einmitt líka fyrir karakter í myndinni. Já, Korg, já. Sem er talin stela hver einustu senu sem hann er í. Já, einmitt. Hann er mjög góður. Korg. En það er líka kannski gott að minnast á það að ef þið hafið séð trailera fyrir myndina og hún er ekki áhugasöm út frá því að þá eru þið örugglega ekki að fá neitt út úr því að fara á þessa mynd. Trailerin er akkurat það sem myndin lofar, þú veist, það er ekki að feika neitt með trailerin, þetta er bara nákvæmlega það sem trailerin lofar og þú veist, þið bara, já, við erum ekki vonsvikið með þessa mynd. Tölum við einmitt líka að þetta er kannski svona 17. myndin frá Marvel, en þið þurfið ekki endilega vera búin að horfa á allar hina myndina til þess að skilja þessa mynd. Nei, þetta er mjög mikið bara svona brandarar og jú, kannski aðeins vera að vitna í hina myndinar gegnum brandara. Það er, þú veist, grunnurinn hefur verið lagður og það er minnst á allt sem hefur gerst áður og þú veist, hvað allir karakterina hafa farið í gegnum, en samt sem áður þá líður manni eins og þetta munir fæla frá, þú veist, flesta áhörfundur sem hafa ekki séð fyrir myndir, en það er samt mjög gaman að hoppa kannski bara blint onni í þessa mynd, myndi ég segja, held ég. Nóa hasar og húmor, þannig að... Og tvöfaldur Led Zeppelin. Já, einmitt. Við töluðum að það er svona áhrif frá hana Planet Hulk. Heimir, þú náttúrulega búinn að sjá hana, þannig... Þetta er basically eins nálægt Planet Hulk að við komumst. Þetta er svona... Planet Hulk er auðvitað teiknumynda og líka teiknumynd þegar Bruce Banner eða Hulk ferðast til svona gladiatorplánutu og það berjast sem svona skilmingaþræll og koma á stað þannig. Hann var einhvern veginn svona í þeirri sögu rekinn frá Planet Earth af einhverjum svona hann var hættulegur fyrir jörðina. Já, nákvæmlega, hann var rekinn af einhverjum hópi af orðutum, hann var basically sendur út en í tengslum við Avengers Ultron hvað heitir hún? Rise of the Planet of the Apes. Ultron myndi, Age of Ultron. Þessi titlar fara svo mikið í blandu hvað það. Revenge of the Last Night, Fallen from the Kingdom Far Above. Demon's Balls. Rise of the Planet of the Apes of Ultron Age. En hún tengist Ultron þar að segja við höfum ekki séð Hulk síðan þá mynd sem að þessi mynd gerist 2 árum eftir þá atburðarás í Age of Ultron. Ultron's Balls. Ég veit ekki upp á tímalínuna að gera og þetta náttúrulega eru allar þessar myndir hanga svolítið saman en ég held að þessi mynd eigi að gerast á sama tíma og Civil War er að gerast út af því að Thor og Hulk eru ekki í þeirri mynd þannig að ég held að þetta sé þá ástæðan fyrir því að hvar þeir eru
eftir Doctor Strange, þetta Doctor Strange birtist líka í þessari mynd. Já, reyndar. Sem að, ég veit ekki hvað þessi spoiler, en það er líka lof... Já, það er eiginlega ekki sem spoiler. Nei. Ef þið sáu Doctor Strange, þá er sena eftir kreditlistan í þeirri mynd sem að tengist þessari mynd. Sem tengist Thor Ragnarök. Þetta er óþarflega svona flókið allt svona þessar myndir. Þetta er gaman. Þetta er svona pilsuversmiða. Ó já, þetta er svona ein stór pilsukeða. Heldur áfram og hættir ekki þetta, heldur áfram. Ó nei, hvað? Peninga! Hvað með þetta? Ég veit að spá, hvað gerist eftir að Infinity War er lokið? Munið að halda það dæl út þessum pulsum? Eins og nafnið gefur til kynna, þá er þetta Infinity, þannig þetta er óendanlegt. Já, þetta er óendanlegt. Mér fannst hérna tæknibrellunar kannski á sumum pörtum ekki alveg nógu samfærandi en... Já, green screen var aldrei augljóst. En það truflar ekki bíóupplifunina. Nei, og það sagan er solid. Ég ætla að byrja þetta saman við, ég og Arnór fórum á X-Men Apocalypse og þar var myndin bara sjálf ekki nógu góð þannig að maður tók eftir þessum lélegu tæknibrellum og þá truflaði það. En þessi mynd er það góð að það skemmir ekki heilda myndina. Já, þó að það séu kannski nokkuð. Myndin er það skemmtilega að maður getur hort fram hjá göllunum. Já, einmitt. Svona þessum tæknigöllum. Maður kannski tekur eftir eftir göllunum í svona sekund og segir bara ó nei, byrju, Loki að segja fyndið. Já, einmitt. Já, Loki að detta á rassinn eða eitthvað. Já, og Hel er bara fór aflost eða... Það var rosa mikið af fólki að detta bara á andliti í þessari mynd. Það var mjög skemmtilegt, eitthvað svona, þú veist, ég er Thor! Já. Já, það snýst einmitt það að detta á andlitið en kunna að rísa upp aftur. Ó já. Nei, já, þetta er skemmtileg mynd, ég mæli mig bara frá á hana, þetta er bara... Ef þið að leita að einhverju gáfulegri mynd þá er þetta ekki hún. Nei, þetta er svona... En eins og ef þið þekkið til Taika Waititi þá er eftir að fíla þetta í botn. Já. Þetta er góð grínmynd, þú veist, og líka alveg góð orðhyttumynd, býst ég, já, þú veist, en þetta er söm mynd! Já, býstu við, ok. Þetta er góð... Ég sé þetta fyrst og fremst sem góð grínmynd, en þú veist, ég meina, það eru sumir partar sem eru svona töff, svona, sem eru alveg svona... Ó já, þú veist, Valkyra-atrið og hérna, eldingar Thor fær að njóta sín mjög vel í þessari mynd upp á svona eldinga-effekta að gera. Við höfum þannig að augun hans verða alveg upplýst og hann verður allir svona í eldingum og við höfum kannski séð það alveg áður þannig að það er flott að sjá það núna. Það er einmitt oft í hinum myndunum eða í þau önnur skipti sem að þessi persóna kemur fram að þá er eldingamátturinn, hann er beislaður með mjölni. En núna er það meira bara eins og að þrumuguðinn Thor sé svona batteri sem að bara springur sko. Kamehameha! Já. Ef að fóra til einhvern Já. Ef að tala eitthvað meira, ég veit. 5 af 5 Jeff Goldblums. Já, við gætum gert sko, spoilersvæði döð eins og því að það er svo gaman að tala ákveðin atriði í myndinni en við getum ekki talað þau, þú veist, ef þið eru ekki búin að sjá myndina. Ef við kannski að gera svona smá svæði inn í myndbandinu? Nei. Ég er alveg tilbúinn að gefa þessari mynd svona jafnvel 4 af 5 stjörnum. En ég eiginlega get ekki farið ofar af því að ég veit ekki alveg af hverju en það er, hún er bara ekki fullkomin. Já, maður veit ekki hversu eftirminnilega hún verður líka í öllu þessu Marvel flóði svona í framtíðinni sko. Og líka því þetta er svo mikil grínmynd að kannski húmórinn ekki eftir að skila sig til ákveðra aðila. Og þetta er náttúrulega eins og við segjum, þetta er svona grínhasarmynd og hún kannski er ekki alveg fyrir alla, skilur þú. Ef við þóra sinnflutslist í staðina þá er það alveg í lagi. Við erum alvarlega gagnrýnendur og þurfum að gagnrýna myndina eftir hvort þessi góð kvikmynd eða ekki. Talaðu fyrir sjálfa þig. Við höfum ekki bara að fjalla um prump og piss hérna, við höfum að fjalla alvöru list. Já, talaðu fyrir sjálfa þig. En hérna, já. Ekki bara einhver flón að detta ná á gólfið á andlitið eða eitthvað. Og rísa upp aftur. En hérna, mennið þið að gefa þessi stjörnur? Já, ég veit það, 3,5 eða 4, ég held ég gaf minni með Spider-Man Homecoming 3,5 og mér finnst þessi aðeins skemmtilegri og betri þannig ég ætla að gefa henni 4 bara, 4 af 5 stjörnum. Já, ég ætla að gefa henni svona 4 af 5. Það er mjög erfitt að gefa þessu ekki svona 8 af 5, þetta er svona svipað af þú veist, ok, þú náðu nokkrum sögum vitlaust en þú náðu að svara nokkrum spurningum á mjög skemmtilegan hátt. Og maður var að hrósa myndinu fyrir það, þetta er bara svona
þetta svona gullkorn í miðju svona skítafóru, þú veist, allar aðmyndir svona nú í sýningu eru bara slæmar, ekkert mikið áhægt að gangi, en þú veist, þessi mynd er búin að stela athyglina bara algjörlega og ég gef henni +1 fyrir það, fyrir góða tímasetningu, en svo er þetta líka bara, þú veist, þetta er líka bara mjög skemmtileg mynd og mjög fyndin og tækniballan mjög flott, þetta er bara mjög svona, þetta er bara flottur svona surrealískur svona sci-fi stemmari einhvern veginn. Já. Það er að segja, þetta er bara Það er líka þess, ég fyrir ekki að vera að grípa fram í fyrir, samt ekki fyrir ekki. En það sem er líka svo stór plús við þessa mynd er að hún er að gera svo mikið nýtt með þessum personum sem við erum búin að sjá í gegnum öll þessi ár. Ó já. Hulk er að fá bara gerbreytingu og Thor er líka að fá mikla breytingu og svo erum við að sjá nýjar personur í nýju ljósu og allt þetta. Þannig það er, þú ert ekki bara að fara inn á enn eina Thor-myndina, þú ert að fara á nýja útgáfu af Thor. Já, einmitt. Þetta er góð punktur. Þetta er þriðja Thor-myndin. Thor hefur náttúrulega komið fram í Avengers og svona, en þetta er þriðja Thor-myndin og mér fannst fyrstu tvær bara tiltölulega veikar. Mér fannst fyrsta svona ágæt og númer 2 fannst mér bara frekar svona léleg. Thor the Dark Ass. Já, einmitt. Og svo kemur þessi og hún er að minnstakosti, hún er mjög skemmtileg og það er stuð í henni, hún er mjög fyndin og hún er líka alveg svona töff á köflum og þannig að hún hefur bara einhvern veginn allt sérstaklega með fyrri tvær. Bara líka stíllinn og tónlistin, besta tónlist í Marvel-mynd, þú veist, svona jafntefli við Guardians myndi ég segja. Bara svona besta frumsamta tónlistin myndi ég segja. Já. Það var mjög svona techno, svona vibe, einhvern veginn svona 80s svona synth vibe, mjög flott. Og líka bara stíllinn, líka bara plaggaði alltaf aestheticið, þú veist. Já. Bara mjög, einhvern veginn bara svona Ég veit ekki hvort þetta sé retro, af því að fyrir ákveðnum árum það var svona 60s, það var retro, en ef 80s tímabilið er núna orðið retro. Það er næstu 40 ár því síðan the 80s. Já. Vá, já. En þetta er bara svona mjög fersk mynd í Marvel svona pulsukeðjunni. Já. Verðum við að segja, þetta er bara þú veist, nú er komin að eina af hennum svona margrómuðu heimir dauðpunktum þar sem ég segi kannski svona ásetningu og ég bara allt í stoppa svo ég ætla bara að láta ykkur taka við. Já, ég held bara, ég meina, við erum búin að gefa 4 stjörnur af 5, við erum allir búin að gefa 4 stjörnur af 5, þetta er góð mynd, við mælum með henni bara, ef þú vilt bara fullkomið afþreyingarefni, þú vilt bara fara í bíó og skemmta þér. En okkur langar að tala meira um henni og við ætlum bara að gera það í spoilersvæði Sjáum staðar sem verður ekki gert. Ég veit það, ég kannski gerum það. Nei, ég kann bara gera svona 5 mínútna. Fylgjast með því, náinni framtíð. Framhald í næsta þætti. En svo verður hann cancellaraður. Já, kannski smá lokaskil bara í lokin. Við erum byrjað að gera þess að þætti dálítið óreglulega, svo það gæti verið að við gerum bíóbíl næst Justice League sem er handað við hornið. En það verður bara að koma í ljós. En það er líka búið að vera svo lítið af góðum myndum, það er bara svona, Já, en þú veist, það er alveg nóg slæmi mynda, það er bara, þú veist, það er kannski líka bara, þú veist, við höfum ekki mikið tíma nú til að fara í bíó saman og gera það eftir. Maður hugsaði líka þannig, skilur, ef við erum að fara á, segjum bara 7 myndir í bíó, það er kannski, segjum bara eina mynd per viku, það er 8.000 kall pluss eitthvað í 2 mánuði, það er jafnvel, þetta er svona 15.000 kall í ég veit ekki. Við erum ekki Davíð Oddsson, Í stuttum ára við erum að leita frá sponsor. Davíð Oddsson, ertu að hlusta? Já, Davíð, please. Gjóð okkur pening. Er ekki mokkir hann eitthvað? Hentu til eitthvað klink í vasunum, bara please, við þurfum eitthvað að halda. Við erum bara þreytt. Já. Klukkan er miðnætti núna. Við erum bugaðar á lífinu, hvað segir það okkur? Við höndlum ekki miðnætti. Við vorum gamli. Fara þessu myndið ekki og þáka til næst. Bye bye! Góða stundir!